Ég heiti Sigríður Pétursdóttir, kvikmyndafræðingur og var lengst af útvarpskona á Rás 1. En nú ég að vinna keppni sem heitir Nýjar raddir og ég á Forlaginu. Og það var fyrir þess að bók sem heitir Hefnd Diddu Mortens og konu sem fer ekki alltaf hefðbundnar leiðir í lífinu. Hún 60, börnin öll farin að heiman, maðurinn alltaf úrvinda og ferillinn hennar alveg farin í vaskinn og hún hangir helst bara á netinu þegar hún ekki að hjálpa tengdamömmu sinni. Svo daginn, þá fer hún að skrifa svona gervimenni og dettur í hug að það gæti verið gaman að búa til svona gervi prófíl sjálf. Þannig að hún gerir það til að hefna sína bekkjarsystur sem var vond við hana í æsku. Og hefndin hún bara hefnar svo vel, svo sæt hefnd, að hún ákveður að færa hann út í raunheima. Og fyrir að hefna mannsins síns sem hefur verið svona undir hæl auðmanns lengi. Og auðmann sem keypti meirihluta í fyrirtækinu hans. Og það svona vindur töluvert mikið upp á sig. En mér fannst til dæmis alveg rosalega gaman að skrifa samskipti Diddu og tengdamömmunnar sem svolítið svona óhefluð. Mér finnst mjög gaman að skrifa óheflaða konur. Og mér fannst gaman líka að dóttirinnar áhrifavaldur og þeir hafa á sér svolítið slæmt orð oft. Fólk svona hneykslast að þau séu gangandi auglýsingaspjöld og eitthvað og mér langaði að hafa hana mannlega því að á bak við alla glansmyndirnar í fréttaveitinni náttúrulega bara fólk sem fer á klósettið eins og við og bara á sér alls konar líf. Forlagið.